Þannig að nú gjörðu svo vel, Sólveig. Já, bíddu. Komið að þér. Setja þetta á stað svona upptökuna. Sólveig, við heyrum ekki í þér. Þú ert að kveikja á hljóðnemanum. Sólveig, þú með, já. Já, gaman að vera hérna með ykkur og fjallum fjarmenntabúðirnar og sem að Hróbjartur var að kynna áðan og sem sagt við stóðum fyrir nokkur saman við menntavísindasvið Háskólans og Háskólann á Akureyri síðastliðið vormisseri. Ég ætla að fjalla hérna viðhorf og reynslu þátttakenda, en fyrst ætla ég nú aðeins að nefna segja hvað menntabúðir eru. Þetta reynda svona kannski svolítið breytilegt hvernig fólk stendur að þessu fyrirbæri eða viðburðum, en í grunninn þetta svona óformlegir viðburðir þar sem fólk kemur saman til að kenna hvert öðru, til dæmis á nýja tækni, forrit, tæki og tól. Og þáttakendur eru að skiptast á að vera í kennar- og nemendahlutverki til dæmis og áhersla á jafningjafræðslu og tengslamyndun. Og þetta hefur notið sívaxandi vinsælda all land frá svona 2012, bæði í kennaranámi við þessa tvo háskóla og í starfsþróun kennara. Og þar hafa komið ýmsir aðilar að eins og Menntamiðja og Utvitorg og svo margir all land, ýmis konar ýmsir aðilar. Nú, við höfum nú oft sem höfum verið að nota þetta með bæði nemendum okkar og sem sagt standa þessu fyrir kennara á vettvangi, að við höfum stundum hugsað mundi svona, hægt að skipuleggja þetta á netinu. Og svo var nú aldrei neitt úr því að vera að prófa það. Fólki hefur fundist gaman bara að hittast á staðnum og þetta hefur sem sagt verið að gera sig hérna út all land, að kennarar hafi komið saman og skólafólk og jafnvel sínu nemendahópum bara oft inn í skólum bara eða háskólum eða sem sagt og bara haft gaman af að hittast einmitt og verið með svona hands-on bara kennslu. En COVID-19, þetta náttúrulega pressað á að prófa og við sem sagt okkur langaði til þess að styðja við vettvang þegar koma þessar aðstæður bara allt í einu og fólk fór nú strax að deila reynslu og hugmyndum á samfélagsmiðlunum. En okkur datt þá í huga að reyna að skipuleggja menntabúðir og það þið sjáum nafnalistan hérna neðst á þessari glæru, það voru sem sagt við Sólveig á nafna mín við vorum reyndar með Syncode nemendahópinn á kennaranemum og þurftum hvað sem að gera þetta með þeim því að við höfðum ætlað að vera með í staðlótu sem með Syncode hópnum venjulegar menntabúðir en ákváðum að báðar sitt í hvoru lagi að fara að setja þetta á netið og ákveðum þá ekki að prófa að hafa svona opnar menntabúðir á netinu fyrir starfandi kennara og fengum þá Hróbjart, Ingvar, Kristínu, Salver og Svövu í lið með okkur og vorum með samráð við alls kyns aðila. Þannig að við erum þessar hugmyndir mitt á Facebook-hóp þarna hvort það var eitthvað í kringum 14. mars, vikunni sem að samkomubanni varð og síðan bara gerðist þetta svona bara á stuttum tíma að við skipulögðum fyrstu menntabúðirnar sem voru þá 27. mars og með þá áherslu á að við værum með fjár- og netnám. Nú, þegar upp á staði þá urðu þetta 3 búðir, þær fyrstu voru þarna 27. mars, eins og áður sagði, aðrar í apríl, 3 vikum seinna, það var alltaf á 50 dögum í síðdegi undir merkimiðanum frjóir 50 dagar
Og síðan voru þriðju búðirnar sem við héldum nú kannski af því að þetta var nú alltaf fyrirsjáanlegt að það væri svona farið að slaka á öllu en fengu svona áskorun eiginlega frá þátttakendunum í öðrum búðunum að reyna að festa þetta betur í sessi og vera með þriðju búðirnar þannig að 3 vikum seinna. En það er svolítið erfitt að meta viðbrögðin, til dæmis hvað margir komu því að þetta var bara auglýst á samfélagsmiðlunum, það var engin skráning nema fyrir þá sem vildu vera með framlög. Þeir skráðu sig bara inn á Google Docs síðu inn í ákveðin tímaramma þar sem voru ákveðin fjöldi af svona, hvað að segja, slots eða reitum. Þannig að við bjuggum til skema, þannig að við vorum voðalega metnaðarfull í fyrstu búðunum og bjuggum til skema þar sem væri 4 aðallotur með 6 svona Zoom-herbergjum eða 6 samhliða framlögum þarna og síðan var nú aðeins dregið úr þessu hjá okkur. Það voru 15 kynningar sem möguleiki var að setja inn í öðru tilvikinu, 3 sinnum 5, 3 lotur með 5 herbergjum og síðan 2 með 6 herbergjum. En það er hægt sem Zoom gefur færi á að skoða þáttakendalista en fólk hefur skráð sig inn með ýmsum hætti og það er svolítið erfitt að meta hversu margir en þetta eru svona kannski frekar nærri lagi tölur, þessi 7 eru við 7-menningarnir sem stóðum að þessu. En að þetta hafi verið cirka 255 í fyrstu búðunum, 219 og svo 60 og allt í allt að því að sumir voru að koma í fleiri en eina búð þá hafi þetta verið yfir 400 manns. Nú eftir hverja búðir þá var fólk beðið að skila inn mati, könnun, taka þátt í könnun reynsluna. Og þar vorum við nú ekkert með neitt voðalega góða svörun. Það voru þarna 57 svör eftir fyrsta, 70 og svo 21. Þetta hefur verið kannski, 15 til 3 sem svaraði. Nú kynnendurnir voru þá allt í allt 39 sem voru með framlagi 1 eða fleiri skipti. Það voru svona 22 þarna fyrstu, 17 og svo 14 og þetta rímar ekki alveg sjáðu við fjölda framlaga því að sumir voru kannski endurtóku framlagið sitt í seinni lotum og stundum voru 2 saman þannig að þetta voru sem sagt 39 sem sagt og við höfum svo sendt út könnun þarna fyrir kynnendurnar. En ef við kíkjum þá á svörin í þessari könnunum þarna sem að þáttakendurnir voru með að þá sjáum við með varðandi bakgrunn að þetta var að miklu leyti fólk á grunnskólastiginu sem sagt fjólubláu liturinn þriðju búðirnar, ljósbláu aðrar og gulu fyrstu og en þetta svolítið dreift aðrir hópar og fullorðinsfræðsla, það var svolítið stór hluti þarna í fyrstu búðunum til dæmis en framhaldsskólastigið það var þarna kom eitthvað þarna inn semst í fyrstu og þriðju búðunum einhverjum ástæðum eitthvað voða lítið í númer 2 og leikskólastigið var þá meira það á þeim tíma. Það hefur kannski verið út af því hvað var í boði en þetta voru töluvert miklu reynsluboltar yfirleitt sem af þessum sem svöruðu könnununum af fyrir reynslu af menntabúðum. Það voru sem sagt allstór hópur til dæmis sem hafi verið tekið þátt í 10 eða fleiri, fjórðungur til þriðjungur og en aldrei það nú talsverður hópur sem í þeim flokki eins og 28% þarna í fyrstu búðunum og 23% í öðrum búðunum. Nú þáttaka í búðunum, fólk var það ekkert endilega allan tíman, allar þessar lotur, það var spurt í hvaða lotum það voru fjöldi lotnanna var og þessi 5. lota þarna í fyrstu búðunum var svona fiskabúri í lokin og spjall og þannig að þið sjáið að það var allur gangur, hvort að fólk merkti við það hefði kannski komið inn í númer 1 og svo aftur í númer 3 og 4 eða 2 og 5 eða eitthvað, þannig að það var allur gangur á hversu fólk var duglegt að mæta í lotunum.
Nú gagnsemin, hversu mikið eða lítið gagn fannst þér þú hafa þátttökuvinni í fjölmenntabúðum, að það var bara, kom mjög jákvætt að það voru stóru hópar sem töldu sig hafa mjög mikið gagn, sem í búðum 42% til dæmis og 37% mikið, þannig að þetta alveg yfirgnæfandi meirihluti sem í öllum búðunum sem telur sig hafa haft mjög mikið eða mikið gagn, nokkuð gagn og svo eiginlega engir sem segja lítið eða ekkert, en það þarf að hafa kannski í huga líka að þetta eru fólk sem nefnt að svara könnuninni, þannig að það gæti vel verið að þeir sem tóku minni þátt og nefnt ekki að svara, þeir hefur lítið sem ekkert grætt, það er að hafa það bak við eyrað. En af þeim sem svöruðu þá var líka fólki líka að þetta fór mjög vel eða vel, það voru langstærsti hópurinn sem sagði mjög vel og einhver örfáar hræður í fyrstu búðunum, hvorki vel né illa, þannig að nú fólk taldi sig mjög líklegt að mæta aftur ef að eitthvað sambærilegt var í boði, alveg örugt, sögðu meirihluti til dæmis í fyrstu og þriðju búðunum og mjög líklegt þarna nálægt helmingur þarna í öllum tilvikum og líklegt, en það voru engir sem töldu að þetta væri ólíklegt. Það voru töluverður áhugi á að skipuleggja sjálfur og þetta var eitt af því sem við vorum að vonast eftir, að við værum kannski svolítið að setja þetta svolítið fram sem módel sem fólk gæti nýtt sér og þyrfti ekki að bíða eftir einhverjum sérfræðingum til þess að setja svona lagað, gera þetta aðgengilegt, heldur þetta væri eitthvað bara svona low-key aðgengileg verkfæri sem við værum að nota eins og Google Docs til þess að skrá inn framlögin og gera þetta allt frekar óformlegt og þægilegt. Þannig að það voru sem sagt dálítill hópur sem hafði mjög mikinn áhuga á eða töluverðan en hins vegar svona 41-33% sem hafði lítinn eða mjög lítinn að skipuleggja sjálfur búðir af þessum toga. Við spurðum þessar spurningar ekki eftir fyrstu búðirnar, glemdum því. En svo voru opnar spurningar og það voru þá 70 svör úr þessum 3 könnunum sem við fengum og voru ekki allir sem svöruðu á opinni spurningu en það voru til dæmis í 26 svörum þá kom eitthvað fram hvað það væri gagnlegt og hvað þau hafa verið að læra. Það kom mikil ánægja til dæmis með aðgengi á netinu og landsbyggðarfólk til dæmis. Það var mjög skylt ánægja með sveigjanleika og skipulag, þetta væri hnitmiðað og þjált og 11 svör bara það sem var einhver almenn ánægja og hrós. Eitthvað var verið að nefna fjölbreytni og tækni áherslur sem sagt góðar en í 9 svörum voru einhverjar vandamál ábendingar þá nú aðalega kannski svo eftir fyrstu búðirnar að þá hafði verið ein slóðin var ekki að virka en svo var líka ábendingar kannski að það væri gott að fara aðeins dýpra í hlutina en koma dæmi opna spurningar maður deilir hugmyndum og fær nýjar hugmyndir rosalega gott á þessum tímum að fá smá kynning á möguleikum í fjarkennslu kemur mann að stað til að prófa sig sjálfan áfram. Svo talað frábært aðgengi þarna en þó að vildi gjarnan ítarlegri og dýpri kennslu mjög áhugavert. Þetta væri stutt og hnitmiðað, persónulegt og ótrúlegt væri og þetta með að þetta sé mjög gott þegar maður býr út á landi og sem myndi aldrei gera sér ferð fyrir hálftíma kynningu en þægilegt að geta valið á netinu. Þannig að þetta var frábært, ekkert vesen með stærð húsnæði, fólk ekki keyra út allan bæ og ekkert mál að hlusta og spyrja. Þannig að við vorum bara ánægð með okkur, þarna mynd af sjömenningunum eftir 3. búðirnar, svona púff, en við vorum þarna búin að halda í mann ekki 10-11 undirbúningsfundi og gera fullt að vinna á milli, þetta var alveg rosalega góður hópur samt og skemmtilegt og flottur stuðningur líka sem við fengum úr öllum áttum með þetta. Við vorum bara góð með okkur, þó værum þarna eitthvað aðeins að pústa, fór að tala þá kannski deigluna og næstu skref og þá fórum við af stað með það meðal annars að fá aðeins meiri upplýsingar, til dæmis frá kynnendunum sjálfum sem að gefi þess vegna að einhverju leyti geta verið að taka þátt í hinum könnunum, við létum fólk ekki merkja við. En ég veit ekki hvort það sé tími til, við getum kannski skoðað það bara eftir. Það nú bara 23 og 39 sem voru búin að svara þarna, ég að vonast eftir fleiri svörum þannig að
Ég er ekki að sýna ykkur alveg þær niðurstöður, en það má til dæmis nefna eitt af því sem þeir voru spurður hvort að þeir vildu láta taka upp og það voru langflestir sem voru ánægðir með það bara að það væri gert. En og það var hlutur sem við töluðum mikið varðandi skipulagninguna, hvort við ættum að gera það, því í venjulegum menntabúðum þá ekkert verið að taka upp á hverju stöð þar sem fólk að sýna eitthvað. Við vitið að okkur fannst, viljum við ekki reyna að hafa þetta meira svona óformlegra eins og venjulega menntabúðir, en svo kom dálítið pressa og ég sé það til dæmis, ég hef verið að vísa fólki á eins og nemendum í upplýsingatækni, menntun og skólaþróun á þennan afrakstursvef þar sem hægt að nálgast þær upptökur sem voru gerðar og þau eru bara rosalega ánægð upp til hópa með það. Nú, næstu skref, já, við fengum styrk, svo settum styrkumsókn til háskólans, það nýr sjóður til að styðja við samfélagsvirkni og vorum ánægð að fá dágóða upphæð í þetta og stefnum á að halda tvisvarsinnum fjarmyndabúðir á hvoru misseri núna þetta skólaár. Og svo viljum við bara reyna að þróa þetta módel áfram, sem sagt að gera til dæmis handbók sem við gætum komið með ábendingar fyrir fólk sem vildi kannski skipuleggja þannig að þetta færi væntanlega að dreifast líka út allt land, svo sem óháð okkar vinnu, en að við gætum stuðlað að jákvæðri þróun með þetta. En við óskum svo bara, og svo má segja, við höfum verið þá bara að kynna þetta eins og hér, við Róberti vorum að senda erindi út á EDIN-ráðstefnuna til að kynna þessa vinnu og erum með grein í deiglunni sem við ætlum að reyna að koma á framfæri fyrir en seinna. En við óskum eftir umræðu og hugmyndum áframhaldið. Hér vísað svo í eina heimild, það sem ég skrifaði þessa grein í skólaþráði, en þar getið þið séð líka fleiri heimildir og upplýsingar þessa fyrstu stig í þessari vinnu. Takk ykkur kærlega fyrir. Þakka þér, Sólveig, fyrir þetta innlegg. Kannski bara stoppu við deilinguna og upptökuna. Og þarna